Við þurfum alltaf að vera endurskoða okkar stefnu, en stefna er nauðsynleg bara til þess að samhæfa okkar verklag. Þetta er bara eins og fjölskylda. Ef fjölskylda er að fara í sumarfrí þá er eins gott að hún sé búin að ákveða fyrst hvort það er að fara í gönguferð yfir Grænlandsjökul eða til Costa del Sol. Því að það sem á eftir kemur ræðst af því. Aðalatriði hennar er náttúrulega að setja sér sameiginlegt markmið. Sjúklingurinn og hans öryggi og þjónustu sé í fyrirrúmi. En síðan er það ekki nóg. Við þurfum síðan að hafa samhæfð og skipuleg skref til að komast að þessu sameiginlega markmiði, samhæft áralega ef svo má segja. Við hófum þessa stefnuverkunarvinnu síðastliðið sumar, byrjuðum á að skoða mikið aðra spítala erlendis sem við horfum mikið til, hvernig þeir hafa staðið að málum og sett fram sína stefnu og unnið hana. Síðan gaf framkvæmdastjórnin þessu mikið vægi á haustmánuðum, fundaði, var með 3 vinnudaga verkefnið, en lykilatriðið í þessari stefnu var hins vegar 200 manna stjórnendafundur í nóvember, þar sem að raunverulega megin línu voru lagðar og við fengum mikið og gott input frá þeim stóra hópi. Þátttaka starfsmanna skiptir öllu máli. Það er enginn einn að fara að koma á stefnu og koma að framkvæmd stefnu. Það þurfa allir að hjálpa staðið því. Grunnþættirnir í okkar stefnumörkun og leiðinni að sem bestum Landspítala eru í gegnum það að byggja upp öryggismenningu, í gegnum það að veita framúrskarandi þjónustu, sjúklingum og aðstandendum, í gegnum það að hlúa að mannauði á spítalanum og síðast en ekki síst í skilvirkum verkferlum og verklagi sem dregur úr sóun sem mest. Og til að þetta gangi þá þarf hver einasti starfsmaður að taka þátt í þessari vegferð. Núna næstu vikurnar þá munu framkvæmdastjórar allra 12 sviða spítalans vinna þetta með sínum stjórnendahópum að taka þríðningin og starfsáætlunina og leggja línur innan síns sviðs áherslur og verkefni og samhliða þessu verður þá einnig þáttaka starfsmanna, þeir koma að þessu líka í því ferli innan sviðana. Við höfum ákveðið að vinna þetta þar svona að stæðstum hluta. Þetta er svona verkefni núna næstu mánaða. Síðan ætlum við að nýta þetta ár til að dýpka og skýra betur þá þætti sem er innan stefnu þríðningsins og þar verður líka mjög víðtæk þáttaka bæði stjórnenda og starfsmanna. Þau fyrirtæki sem standa sig á sama hátt og þau þjónustufyrirtæki og þjónustustofnanir sem standa sig eru stofnanir sem hafa það mjög skýrt hvert þeirra markmið er og vinna mjög samhæfðan hátt að því að ná því markmiði og það er það sem við viljum gera. Starfsáætlun fyrir næsta ár er síðan það sem við erum að vinna í þessa dagana en jafnframt þurfum við að leggja niður fyrir okkur hvernig við ætlum að vinna næstu 5 árin. Þannig að það sé alveg ljóst á hvaða vegferð við erum. Það eru 8 áherslur sem við setjum mjög sterkt á dagskrá og sem að við munum sjá allan spítalan leggjast á árarnar með. Það eru líka 10 lykil árangursvísar sem að við munum fylgjast mjög vel með. Það eru þeir þætti sem að við teljum mjög mikilvæga til að gera góðan spítala enn betri og öruggari og þannig að það er svona meira plan ársins, hvað er mjög sterkt á dagskrá innan spítalans á þessu ári. Við erum síðan að fara í rauninni eins og ég nefndi á hann í svona 4 megin þætti sem við erum að vinna í gegnum til þess að koma okkar stefnu á framfæri. Það er alveg ljóst hvert hlutverk spítalans er og hver okkar verkefni eru. Við höfum auðvitað þær væntingar að þetta leiði til þess að spítalinn verði öruggari, þjónustan betri, gæðin meiri og að þetta verði samhliða líka betri vinnustaður.